Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst erum við búin að fá hingað fólk frá listasafninu á Akureyri en þið eruð að fara að opna sýningu helgina. Hvers konar sýning framundan núna? Þetta sýningin Sköpun bernskunnar og þetta þriðja skipti sem að hún sett upp. Guðrún Pálína sýningastjóri og sko það var þannig að einhvern tímann fengum við til okkur alla leikskólastjórana á Akureyri í heimsókn í safnið og við spurðum þau bara hvað vilja börnin sjá. Og við fengum mjög bara einlægt úr hreinskilnis svar. Það var það að börnin vilja sjá verk eftir sig sjálf á listasafninu. Og við sögðum þá bara já, þá gerum við það. Þá setjum við upp sýningu með verkum barna og starfandi listamanna. Og þetta semst í annað skipti sem að sýningin á listasafninu. Áður var hún í sal myndlistafélagsins. Og núna á morgun að opna bara stór og flott sýning í Ketilhúsinu með hópi af listamönnum og ennþá stærri hópi af börnum úr leikskólum og grunnskólum á Akureyri. Og leikfangarsýningin Bjarnarhúsi. Já, hún líka með. Já. Og hvernig gengur þetta fyrir sig? Eru kennararnir sem að leiða þetta starf eða það náttúrulega mikið af skólaheimsóknum á listasafni, þetta ekki? Já, og hefur farið vaxandi. Enda náttúrulega nauðsynlegt fyrir börn að fá að kynnast list og þau gera það best með að koma í heimsókn. En svo líka mikilvægt að fá að vera þáttakandi í svona verkefni. En húsnæði leyfir ekki mjög stór og mikil verk, þannig að það þarf að vera svona viss hófstilling. Já. Og þess vegna eru miklu færri þátttakendur núna heldur en síðast og meira frá allavega grunnskólunum heldur en var. Þannig að þetta eru nýjir listamenn úr skólunum? Já. Já. Og líka nýjir listamenn sem eru starfandi. Og þetta reyndar ekki allt myndlistamenn, þetta eru líka tónlistarfólk og alls konar, þannig að þetta alltaf fjölbreytt sýning. Já. Það var orðið gríðarlega mikil breyting á listasafninu frá því að þú tókst við, svo ég leggi það kalda mat á starfið og margir hafa talað að það sé orðið svona, segðu okkur kannski bara, á hvað lagðirðu áherslu þegar þú vildi fara á stað og hvernig hefur það endurspeglast kannski? Já, við lögðum náttúrulega til dæmis mjög mikla áherslu á fræðslustarfið og Guðrún Pálína hefur náttúrulega verið að vinna alveg þrekvirki á því sviði. Það komu svona alveg aukningin á heimsóknum skólahópa á milli ára var margföld og það auðvitað frábært vegna þess að börnum finnst skemmtilegt að koma í listasafnið og upplifa myndlist og þá ég að tala um börn alveg frá bara 2-3 ára frá því byrja í leikskóla og alveg upp í framhaldsskólana og þessi sýning svona einn liður í því og kannski má segja það að sko við höfum viljað taka listasafnið af stallinum að það sé bara eign almennings og fólk geti komið þangað og bara fundið það að það velkomið og auðvitað fallegast sko þegar börn koma í safnið í skólaheimsókn og spyrja síðan sko, má ég síðan koma með mömmu og pappa aftur? Já. Vissum þetta, endilega. Og það og síðan hittum við ömmur og afa og með börnunum sínum sem að koma og sjá verk, ekki endilega bara eftir sig sjálf, heldur auðvitað líka af öðrum sýningum. Vegna það einhver svona galdur sko, sem í listasafninu að sjá verk og skoða þau frá mismunandi sjónarhóli og uppgöta eitthvað nýtt og börn eru auðvitað alveg bara frábær í því að svona finna eitthvað nýtt sem að myndlistamæðurinn var kannski ekki að hugsa og við sjáum ekki, en þau uppgöta eitthvað svona sín á verkin sem bara einstök. Og svona að lokum, þetta hlýtur að vera bara tilvalið tækifæri líka fyrir alla að opna svolítið bæði húsið og fara með börnunum af stað á sýningu. Endilega, þetta bæði fyrir börn og fullorðna og svo þarna eitt verk, það listakona Elsa Dóra Gísladóttir sem kemur úr Reykjavík, gerði sérstakt verk sem að menn geta fengið að snúa og þá kemur svona skuggalínur á, þannig að það er þáttakuverk og Björg Eiríksdóttir sem að starfandi myndlistarmaður hér og kennir upp í VFMA. Hún með verk sem spegill og svo ljósmyndir af börnum að skoða sig í spegli, þannig að það mjög lágt á veggnum, þannig að yngstu börn geta séð sig í spegli og hinir verða að krjúpa
og gert hinnar ótrúlegustu grettur. Já, hljómar vel. Getur farið að gretta okkur á listasafninu. Já, að gera. Takk fyrir komuna og það, svo við ljúkum á því klukkan hvað opnar? Hún opnar klukkan 3 og er opið til 5 og síðan er bara opið alla daga nema mánudaga frá klukkan 12 til 5. Glæsilegt. Takk fyrir komuna og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.